fyrir og það kemur ekki oft fyrir á fundum eða ráðstefnum en við erum að minnst 20 mínútum á undan áætlun. Klart fyrir okkur. Heyrðu, þá ætlum við bara að halda áfram og við fáum þá bara kaffitíman aðeins fyrr og næstur mælendaskrá já, nú veit ég ekki hvernig ég á að sjá. Er þú með að finna glærur? Já. Já. Þá ætlum ég bara að kynna næsta mann á mælendaskrá. Það er hann Davíð Snorason og hann er með bachelorgráðu úr byggingaverkfræði frá Háskóla Íslands og mastersgráðu frá Edinborgar Háskóla í brunaöryggisverkfræði. Hann er búinn að vera brunahönnur hjá Verkís í 11 ár og síðasta árið hefur hann verið fagstjóri eldvarna hjá Mannvirkjastofnun. Gjörðu svo vel, Davíð. Rosalega formleg og fín kynning. Það fælist lengi og vilt. Já. Gerði kaffitíma bara að vita því. Þetta sjóta á nú líka. Já, það er allt inni alveg gangi hér. Hvort vil ég horfa á Christmas Vacation í hálftíma eða flýðlistur? Erfitt val. Aflöfu til að horfa? Jú, við getum tjekkað á þessu eftir. Já, komið sæl. Ég ætla að fjalla aðeins kröfur til efna í lagnir og loftræstikerfi. Nauðsynlega breyting á framöndan. Ég skrifa reyndar ekki titilinn, þetta kemur frá markaðnum greinilega. Þetta er sem vilja, nauðsynlega breyting á framöndan. Þannig að ég, Þú mátt skamma mig fyrir þennan titil. Óskhyggja markaðar nauðsynlega breytingar sem reiði þessum titli. En það sem við ætlum kannski að tala eru loftræstikerfin, lagnir loftræstikerfi. En það hefur kannski ekkert mikið verið fjallað eins og í regluverkinu kröfur til lagna almennt. Þess vegna hefur menn oft verið að pæla í því þegar að sjá eins og bara klóakrör sem aðeins grennra heldur loftræstistokkur við hliðina bara plastefni og það er í lagi en svo má ekki vera lögn úr plasti við hliðina. Þannig að mér finnst stundu vera ósamræmi sem ég held þessi líka ástæðan fyrir að menn vilja ræða þetta. En við ætlum að fara yfir kröfur sem gilda á Íslandi í dag og kröfur til efna í loftræstikerfinu á Norðurlöndunum. Sturla reyndar var búinn að fara svolítið yfir þetta, við förum svona hratt yfir það þá aftur. Og hvað ber að varast frá sjónarhorni þá Mannvirkjastofnunar eða löggjafans og nauðsynlega breytinga á framöndan og ræða lítillega þá hvað þyrfti að vera í leiðbeiningum svona mál. En ég held að við erum að byrja á því að fara yfir bara grein 9614 sem fjallar brunavarnir loftræstikerfum. Svolítið lítið á skjánum mínum hérna. Nei, ég hef þetta bara svona. Eftirfarandi meginreglur gilda brunavarnir loftræstikerfum. 1. Loftræstikerfið skal þannig hannað frá því gengið að það rýri hvorki brunahólum byggingar né stuðli á útbreiðslu elds og reyks í bruna. Og 2. Í loftrásum skal vera óbrennilegt efni A2 S110. Sú krafa gildir ekki fyrir loftsíur, reimar og raflagnir og þess háttar. En þetta er auðvitað sú grein sem menn hafa verið að gagnrýna. Já, eitthvað við. Loftrás er ætlaður til að flytja inn frá veitingastöðum eða öðrum byggingum með starfsemi þar sem steiking matvæla eða sambærileg matseld fer fram skulu vera með heilsóðum samtengingum og ganga órofnar út og það skulu vera þetta vera A2 S110
þannig gerðar að auðvelt sé að hreinsa þær. Þær skulu hafa viðeigandi eldvarnarbúnað og fitugildur. Og svo númer 4 að loftblásarar sem eru hluti brunavarnarmannvirkja skulu þola þann hita sem þeir verða fyrir á brunatímanum. Og svo heldur þetta áfram og þá var þetta með bruna- og reyklokur og svo númer 6 að allar brunavarnir loftræsing skulu búna varaafli sem heldur þeim virkum, kosti straumur og orsakast að bruna öðrum orsökum. En þetta reyndar svolítið ólíkt ákvæðum á Norðurlöndunum. Og 7 þegar loftræsikerfi bruntækla hannað til dæmis með blásurum í gangi eða þrýstijöfnum skal sýna fram á með útreikningum að markmið fyrsta tölulegu sé uppfyllt. Takast það til aukins hita og þrýstings vegna elds. Og í viðmiðunarreglunum bara tala sá fyrstu að heimilt að beita þeim ákvæðum staðarins DS 428 eða annarra staðar sem Mannvirkjastofnun samþykkir og samræmast meginreglum þessarar greinar. Og svo kemur önnur setning sem svona kannski hefði átt að vera sérsetning mögulega eða einbýlishúsum mega stokkar í útsögum vera í flokki E nema útsög frá eldhúsum sem á vera í flokki E30 A2S110. Og þá eru komið með raunverulega undantekningu frá meginreglu í viðmiðunarreglu sem við þurfum helst að laga. En ef við skoðum aðeins kröfur til efna í loftræsikerfum á Norðurlöndunum, það samhljómur í regluverkinu á Norðurlöndunum hvað varðar grunnkröfur til efna í loftræsikerfum. Og þessi setning sem vorum að lesa áðan í okkar byggingarreglugerð, loftræsikerfi skal þannig hannaður frá því gengið að það rýri hvorki brunahólum byggingarnir stuðli á útbreiðslu elds eða reyksu bruna. Þetta eiginlega samhljómur í þessu með öllum Norðurlöndunum. Það eru sambærilegar setningar í hinum löndunum og það Sturla fór áðan yfir TEK 17, það að segja nýju byggingarreglugerðina norsku og þá var að teknisk installasjónir skal prosederis og utføres slík að installasjóninni ekki ökur farin vesentlig for att brann uppstår eller brann og rök sprer sig. Og þá ætti ég að segja varðandi þetta, hér þetta bara svona markmiðssetning sem frekar clean og hún tekur á ekki bara loftræsikerfin, hún fjallar öll önnur kerfi. En hann sýndi okkur þetta þarna úr í enskri þýðingu sem var að tala loftræsikerfi en þetta raunverulega allur tækni búnað, þetta kerfi sem kom í húsið að þau mega bara ekki valda því að eldur geti dreift sér eða reykur bygginguna. En eins og ég segi, þetta mjög svipað á öllum Norðurlöndunum. Sambærilegar setningar að finna í sænsku reglugerðinni og líka þetta í dönsku, núna þetta nýja danska reglugerðin sem við vorum að gefa út núna á ensku, frá í fyrra 2018 og þá kemur þetta svona mjög sambærileg setning sem segja að þessi loftræsikerfi megi ekki valda aukinni hættu. En það sem sagt grunnkrafan A2S110, hún á öllum Norðurlöndunum en svo eru undantekningarnar, þær eru bara mismunandi á milli landana. Og danska byggingarreglugerðin, hún vísar í DS 428 og svo sænska reglugerðin, hún með svona töflu í reglugerðinni með undantekningum. Og sem ég segi, í norsku reglugerðinni þá bara svona performance-based ákvæði en inn í forskriftarákvæðunum þá hins vegar talað smáhús og svoleiðis og hvað undantekningar gilda. En það hægt raunverulega út að meginmarkmiðið svona bara skýrt svona almennt þá að megi bara ekki auka hættuna þá geta menn, ef þið geta sýnt fram á að gera það ekki þá geta menn lagt fram aðrar lausnir. Það eru ekki bundnir af einhverju ákveðinni lausn. En þessi danski staðall, við vísum hann í okkar byggingarreglugerð, þetta kannski, þetta svona heildstæður staðall sem fjallar brunavarnir í loftræsikerfum. Hann kemur út 2009 og svo endurútgefinn, ég held reyndar 2012 eða kannski var 2011 eins og Sturla sagði. En
ég sá hann svona fljótlega eftir hann kom út og ég held að þetta sé kannski Danir hafa verið fyrstir á Norðurlöndum að koma með svona heildstæðan staðar, þannig að ég hef ekki séð sambarlegt frá Svíum og ekki Norðmönnum, þeir eru aðeins aftar í þessu. En ef við skoðum hérna hvernig DS428 tekur á svona undantekningum, eins og þegar menn alltaf fá að nota plast í loftræsistokka, og þá geta loftræsislagnir verið í flokkinum E, D2, í eftirfarandi undantekningartilfellum, og þetta er í lauslegri þýðingu svona. Það er betra að lesa þetta hér heldur en á sjónum mér, þetta er pínu lítið hérna, en það sem kerfið þjónar einu brunahólfi sem er innan við 300 fermetra og lagnir liggja innan brunahóls og gegnumtök yfir í þakrými og þak í einbýlishúsum mega mest vera 210 mm í þvermál. Þessar lagnir sem fara upp í þakrýmið. Og svo er það sem lagnir þjóna einni íbúð og liggja innan hennar og það sem lagnir eru mest 0,2 metrar á gólfi. Það er kannski ekki mjög praktískt, en kannski eru dæmi um þetta. Það er að segja út að þeir eru ekki eins hættulegir þegar þeir eru niður í gólf. Það sem loftræsislagnir liggja í jörðu, til dæmis inntök og úttök, þetta er mikið verið rætt þetta á Íslandi, að við höfum alltaf að steypa þetta út af því það er ekki hægt að setja náttúrulega blikkrör í jörðu og þau eru nema að liggja inn í öðrum stokk. Og það sem loftræsislagnir eru innsteyptar í hæðaskil og veikja ekki brunamótstoð hæðaskilna. Það fyrir ekki að það. Hérna þú talar stokka í jörðu. Já. Nú eru þeir farnir að nota plaststokka í jörðu. Já. Sérðu eitthvað annmarka á því? Ég er að segja að það er undantekning, sko. Og það er til dæmis tæknilega ekki hægt hér. Nema ef það er loftrás þá á hún að vera A2 óbrennileg. En þetta má í Danmörku, menn setja þetta í jörðu í staðinn fyrir að steypa stokkana, sem er mikið hagkvæmara. En það eins og reglugerðin okkar í meginreglur orðu, þá er raunverulega ekki heimilt að hafa stokkana úr plasti, eins og ég skil þetta. Og svo er það og loftræsislagnir sem liggja utandyra það sem slíkt veldur ekki aukinni brunahættu og þá reyndar eins og þetta er ekki alveg, ég er ekki með alla setningar útskýringarnar, þá má það vera mest held ég 2,5 metrar frá lóðamörkum og háð ýmsum skilurinn. En þá eru þetta undantekningarnar, það sem heimilt er, eða það sem hægt er að nota stokka sem eru brennanlegir. Og svo skoðum aftur í Svíþjóð þá er þetta svipað að það má nota þetta í allavega túður og svoleiðis og þú mátt nota þetta í einbýlishúsum og svo er hægt að vera með performance-based hönnun mögulega. Og eins og hann nefndi áðan, hann sagði 200 fermetrar, ég vil reyndar ekki séð það hvað það var tekið og ekki úr reglugerðinni sjálfri en þessum aðferðum er beitt þar líka innan svona brunahús sérstaklega. Og svo allir eins að við erum að tala um loftræskerfi almennt, þá er náttúrulega í okkar byggingar hér núna hægt að vera með keyra kerfi í bruna og það er sem er að vera að gera í Noregi mjög lengi að annarkvort að það keyra eins og við kalla trekk út eða streng inn, þessi tvö prinsip sem og þeir hafa verið reyndar allan af íslenskum hönnum sem hafa verið að vinna og við fundist stundum að þeir hafa ekki verið mikið að hugsa brunavarnir, ekki nægilega vel minnskosti þegar að hanna þessi kerfi. Það er svona einhver bypass á kerfinu en það er ekki varaafl og það eru eins og við myndum vera að krafa hér eða öruggt raffæðing og það er ekki og þrýst og það er ekki svona mjög þeir hafa ekki verið, fram að þessu hafa ekki verið að gera mikla kröfu útreikning á þrýstingi á milli rýma. Því að það er mjög krítisk hvenær til dæmis rýmið sem eldurinn er í gluggalaust og svoleiðis og þrýstingur eykst verulega að þá gæti reykur farið að leka inn í næstu brunahólf. Og líka það að vera með rosalega öflugan vegg og svo bara loftræsir í gegn og eða sprinkler í húsinu þá má vera loftræsir í gegn og opið báða megin við.
sitthvor megin við hólfið. Það hefur okkur fundist hér vera svolítið vafasamt og við myndum ekki vilja ganga svo langt. En þetta blað kom út núna í apríl á síðasta ári frá Byggforsk sem við tölum hérna áðan líka og áhugavert að skoða að þeir eru að ganga lengra en í ennþá þessi danski staðall sem hefur verið svona það sem menn hafa gengið lengst að hugsa þetta alla leið. En svo kannski aðalatrið að við pælum í hvað viljum við gera hér, það við vorum að tala hvað þeir gera kannski hérna í nágrannalöndunum, en við viljum að hafa einhverja stefnu, hvað við viljum gera. Og það þess vegna sem við höfum svona fundið eins og í dag, hafa þverfaglega umræðu svona mál og komast að gáfulegri niðurstöðu fyrir okkur öll. En út frá sjónarhóli Mannvirkjastofnunar þá erum við náttúrulega að pæla í hvað þarf að varast. Það hætta á að þetta geti farið úr böndunum við krafa óbrennandi efni í loftrásum eða loftræsilögnum tekin út meginreglunni án nauðsynlegra mótvægis að gera. Og það aðilar á markaðnum skilja ekki alltaf hvenær eitthvað getur verið hættulegt og svona markmiðsákvæði það sem slíkt auki ekki hættuna eins og í danska staðalunum og svona og í fleirum Norðurlöndunum þá þurfa menn náttúrulega að hafa einhver viðmið hvenær eitthvað ekki hættulegt og við sjáum líka bara eins og í allir þessu umræðu myglu og svoleiðis mál hafa komið fullt á tjónum og það var ekki eins og verktakarnir hafi ætlað að gera þetta var raunverulega bara óvart, þetta var mistök út af menn höfðu ekki þekkinguna eða vitneskjun þetta og sama hérna menn veit ekki í hverju hættan falin, þá getur þetta farið úr böndunum. Að fara með brennanlega loftræsilegnir á milli brunaholfa, við myndum held ég ekki samþykkja það, en það náttúrulega raunverulega í lagi til dæmis í Danmörku eða upp með brunalokur og þú steypir stokkinn inn og háð ýmsum svona mjög ströngum skilyrðum auðvitað. En ég sé það ekki fyrir mér hér sko. Og óhreinar loftræsilegnir eru óháð efnisvali, það hvort það segir plastefni, það eitthvað sem þarf að varast og við erum búin að vera að díla við lengi og þurfum áfram að huga að. Það hægt að þrífa lagnir og stuðla að því að þessu þrifnar og við viljum ekki brennanlega lagnir þar sem fita getur sest fyrir í loftræsilegnum og það náttúrulega nákvæmlega eins og hann Sturla var að tala áðan að þeir myndi ekki ráðleggja það sjálfur að þessi kerfi yrði notuð þar sem gæti fengið svona svoleiðis óhreinindi inn í pípurnar. En nauðsynlega breytingar framundan. Eins og fyrirskriftin var, þá myndi ég halda að það er ljóst á Mannvirkjastofnun verður að bregðast við þeim fjölmörgu ábendingum sem stofnun hafa borist varðandi meginreglu í grein 9614. Stofnun vill stuðla að þróun í byggingariðnaði á Íslandi og því ekki komið veg fyrir eðlilegar breytingar. Regluverkið þarf að aðlagast breytingum á markaði en á sama tíma þá það hlutverk Mannvirkjastofnunar að tryggja öryggi í hönnun bygginga og því getur ákveðin tregða verið jákvæð. Þannig að ég mjög fljótur að umpólast að eftir ég var hönnuður hinveginn og nú ég orðið mjög tregur að breyta öllu. En ég ætla aðeins að núna koma með svona smá tillögur að því hvernig svona alveg bara út í lofti hvernig við gætum séð þetta fyrir okkur og og það náttúrulega eins og ég segi ekki hlutir stofnunar að láta bara undan ef einhver út í bæ senda fullt af bréfum og krefst því að þessu sé breytt en við hljótum að þurfa að hlusta og vega og meta þá þessa ábendingar sem koma. En þá væri möguleg breyting, ein tillagan gæti verið að breyta bara þessum lið í meginreglunni, að segja bara í loftrásun skal vera óbrennandi efni A2-1-0 nema í eftirfarandi undantekningum og segja þá að það sem er að ræða loftræsikerfi sem allt innan sama brunahóls og það sem ekki talin stafa aukin hætta á notkun brennanlegra loftræsilagna. Og svo þið þá í leiðbeiningu kemur þá fram að þetta þá annarkvort eða líklega D2 og B þar sem loftræsilagnir liggja í jörðu og ekki talin aukin hætta á notkun brennanlegra loftræsilagna því að það er mikið þrýstingur líka að
að eiga möguleika að nota þetta í inntökum og svoleiðis og frákasti frá loftræstikerfinu. Og sé í loftræsum sem eru beint út svo í sérbýlishúsum. Þetta ákvæði sem í viðmiðunarreglu í dag í raun og veru. Og það sem að ræða loftsíður, reimar, loftaki, dreifara og þess háttar í loftræstikerfinu. Þetta geti verið ein tillaga að breytri grein, sko, og þetta auðvitað ekki búið að ræða formlega innan Mannréttindastofnunar og ekkert farið lengra. Þetta bara svona, ég að kasta þessu út í kosmosi hér til þess að ræða þetta og heyra sjónarmið manna. Og svo þyrfti þá líka að athuga eitt í grein í lið 3, út af því að nú eru heilsóðnir stokkar. Það hægt að, raunverulega hefur verið hægt svolítið langan tíma að fá samsetningar sem eru með brunuvottun og þá var raunverulega hægt að segja að þeir skulu vera heilsóðnir og ganga órafnir út eða samsettur á þann hátt að brunuvott skerðist ekki og þá þyrfti þá að koma í leiðbeiningum hvað væri nákvæmlega átt við. Og svo þetta A2 sem vorum að tala á. Davíð, Já. nefndi lið 3, sko, Já. þessar heilsóðum samsetningar, loftrásum frá eldhúsum og ég tel að það þurfa að fara að breyta þessu ákvæði í byggingarreglugerðinni af því að það eru komnar bæði sænskar reglur og Evrópureglur sem að leyfa í rauninu bara hefðbundna stokka bara þessi ákvæði þetta ekki. Já, og það það sem ég raunverulega að segja. Þetta bara greinin í reglugerðinni sem að leggja til að bæta bara við eða samsettar á þann hátt að brunuvottan skerðist ekki. Þannig að þá leysir það bara og þá það bara leiðbeining og þá þetta að nota fleiri en eina leið, sko. Það er líka flýtisofnunin sem að verður fyrir, sem að huga af því að það hefur verið að leka út um. Já, samsetningar. Já, það Ég var nú bara að rekast núna daginn á leiðbeiningar frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins varðandi svona stokka og þar farið fram á halla, 20 prómil halla og svo vegna. Það er eitthvað sem kemur til greina ef einhver að setja inn í byggingarreglugerð. Nei, sko, það er alltaf mikið detail til þess að setja inn í byggingarreglugerð. Það þá frekar heima í leiðbeiningu. Það er eina sem er öðruvísi heldur en þið segið þannig, sko. Já. Já. En Gerði ekki líka allt ykkur á því að þú stokk eða þú sett farin að vera með ósóna eftir svoleið sem þú ert að brjóta niður fylluna til dæmis. Jú. Þá þarftu ekki þessar sóðnu stokka lengur. Svíarnir leiða spíró ekki eftir ósóna. Já. En ég sé til dæmis, hef séð líka þegar eftir ósónakerfi að fer aftur niður í kjallara í loftræstiklefan. Það finnst mér alveg fáránlegt. Það samt gert sumstaðar í Noregi. Að treysta menn algjörlega á það að það fer ekki eftir í upplöndun því ég hent út. Og endur nýtaður hitan. Já, við taka úr hitan stað fyrir að fara með að beint út sem ég hefði svona frekar kosið sjálfur að vera skynsamlega laust, sérstaklega út frá bruna tæknilegum sjónarmiðum. En Ein spurning varðandi þessar plastræknir í sérbýlishúsum. Mælir eitthvað gegn því að það sé bæði inn- og útloft? Þarna talað útsókn, sérhæð? Já, og þá myndi það falla undir ákvæði A-liðar raunverulega. Það væri það var aðeins að skoða þetta betur, en þá væri undir A-liðnum að þetta væri innan sama brunahóf, sko. Og þá gæti það verið inn- og útloft, sko. Ég veit að einhverjir menn hafa nú aðeins túlkað þannig, sko, en út frá ákvæði viðmiðunarreglunni. Sett alltaf líka í innblástur, í einbýlishúsum. Já, ég skjóta einu tengt og ótengt, sko, það er eins og með bílakjallara. Það komið inn í reglugerðina að skulu vera harma. Þá er ég að pæla þessu metanbílum sem eru kannski að koma í ríkara mæli. Bæði gasskynjun og annað á kerfunum. Og svo eins og komst inn á með að geta truggið kerfi. Af því við erum að tala 6 tíma bruna í rafmagnsbílum sem eru að stóraukast. Þarna gerir björgunarliðið svo þetta bara fákafinn mjög erfitt að sækja. Og það er ekkert sem að komið í leiðbeiningar skils með hönnunum á loftræstingunum og
ekki, það er bara sagt að það skulle vera merkt bílakjallarar, að það eigi að vera skilti sem bannar. Það er engar leiðbeiningar ef ég skilur það rétt. Það er ekki komin út leiðbeiningar við þessa grein brunavarnir í loftræstikerfum. Eða verður að tala um það, en það er svolítið sértækt sem þú ert að vísa í, sko. Já, en þetta er mjög hröð þróun og með loftræstingu fyrir náttúrulega í kjöldvarnir. Það er í gangi vinna leiðbeiningar rafbílavæðinguna almennt og hún mun taka á allavega brunavörnum líka, sko. Ég veit ekki hvort það fyrir alveg í... Bílanir og gaskútanir og... Já. Ég ætla að halda aðeins áfram núna og svo skulum taka smá umræðu hérna eftir. En já, það þyrfti ekki þá að breyta neinu með þetta. Og svo myndum við þá, sú breyting verða bara að í viðmiðunarreglunum að þá er þá heimilt að nota bara DS428 og setningin í einbýlishúsum eiga stokkar í útsögu vera í flokki E nema útsögu frá eldhúsum sem skal vera, þetta myndi þá bara falla út. En það mætti þá hafa eina auka setningu og segja í útsögum frá eldhúsum almennt skulu loftræstilagnir vera E30A2SE0 í staðinn. Þetta væri ein hugmyndin, sko, að breytingu til þess að aðlagast þessu, en svo myndu aðri segja, já, ok, við bara breytum þessu þannig að það verður bara ein meginregla, svipað í Noregi, að segja bara loftræstikerfi skal þannig hannað frá því gengið að það rýri hvorki brunahólum byggingar nýja stuðli að útbreiðslu elds og reyks við bruna. Og þar með bara er þetta búið og allar hinar færi þó viðmiðunarreglu. En ég er ekki alveg, ég veit ekki hvort sé alveg tilbúinn strax að fara þessa leið út af því að við erum ennþá að vinna svona, við erum ennþá að glíma við það að til dæmis loftræstihönnuðir fá ekki alltaf brunaskýrsluna og uppgötun ekki stundum fyrir að búið að hanna kerfið og við erum ekki alveg búinir að ná þessari harmoniseringu alla leið. En við þurfum að fara að gera það, en út af því að leið og þú fer að setja svona rosalega einfaldar meginreglur, þá er raunverulega standa öll skilyrðin sem hönnuðurinn þarf að fara eftir í brunaskýrslunni. Þá verður hönnuðurinn, hann eiginlega á ekki að hefjast handa við neina hönnun, hvort sem er loftræstihönnun eða burðarhólshönnun eða neitt annað, fyrir að þú er búin að lesa hvað stendur í brunaskýrslunni. Þetta er ekki þannig ennþá þetta er svolítið erfitt að það fer og upplýsingafræði á milli er ekki alveg nógu gott og við þurfum að bæta það, takast bara gera það bara sama eiginlega. Og þar af leiðandi held ég að það hafa svona, að hafa þetta allt, ef þetta er bara komið allt í meginreglur eða þá jafnvel inn í hönnunina sjálfa, að þá geta þetta farið fram hjá þeim sem er að hanna. En Mannvirkjastofnun verður að gefa út leiðbeiningar, bæði þetta mál og svo þetta aðra leiðbeiningar, en við þurfum að taka sérstaklega á þessu með þessi kerfi ef við myndum gera þessa breytingu á meginreglunni. Við þurfum að útskýra hvað veldur ekki aukinni brunahættu, þú veist, er það einsteikt? Ég líka að hugsa að við getum haft bara tekið skilin danskastaflunum beint, en ég myndi ekki vera að ganga svo langt. En þegar við erum með einsteigtalagnir eða liggja neðarlega í rými eða eru aflokaðar eins og í Noregi bak við gifsloftið og hvað með hámarksflatarmál brunahóls, hvort við að hafa 200 fermetra eins og Svíþjóð 300 fermetra eins og í Danmörku eða eitthvað annað, hvað með hámarksflöt á lögnum í loft